Haraldur, 1-1 jafntefli niðurstaðan, hvernig bara svona horfir þessi leikur við þér? Mér fannst við byrja leikinn vel, fyrri hálfleikurinn heilt yfir vel spilaðir hjá okkur, sköpum okkur nokkrar góð stöður og færi, skorum eitt gott mark og svona, já, fannst við vera svolítið ofan á. Í seinni hálfleik náttúrulega jafnaði snemma okkur horni. Mér fannst það svona aðeins vera smá gusta í andlitið að fá jöfnunarmark hjá okkur og svona aðeins sem að ná áttum en svo varð úr bara hérna hörku fótboltaleikur í seinni hálfleik þar sem þetta fór svolítið fram og tilbaka og við fáum svo sem séðast til þess að skora sigurmarkið en innvildi boltann ekki. Svekkjandi að fá þetta mark á sig snemma í seinni hálfleik eftir að hafa lagt svona mikla vinna á sig að komast yfir. Já, og kannski bara líka hvernig fyrri hálfleikurinn var. Mér fannst við vera með nokkuð góð tök á sig og það getur ekkert að gerast og svo kemur bara hopp og þeir náttúrulega bara sterkir í fyrstu leikadröfum og erum með gott lið og tapar 4 í röð og komið til að selja sér dýrt og kannski bara jafntefli sanngjörn niðurstaðan. Jafntefli kannski sanngjörn niðurstaðan en þið fengu heldur betur færin til að klára þetta. Já, og það er bara það er jákvæmt að við fáum alltaf og erum að skapa færi og stundum vill hann bara ekki inn en ef við höldum áfram með svona þessar frammistöður og að skapa færi þá held ég að stíl út að koma í kjölfarið. Þessi völlur hérna, það á að vera svolítið mikil gryfja fyrir ykkur. Já, hann er ekki meiri greið það að við hefum ekki unnið leikirna í fyrstu 3 hálfleikjunum en hann lítur að koma því. Það er svona bara þessi leikur dag, spilaðast þannig einhvern veginn öðru sem þú bjóst við fyrirfram með það? Nei, í rauninni ekki. Ég meina, eins og ég sagði alveg við varum að mæta bara hörku stjörnuliði sem búin að ganga frekar illa í deildinni en unnum góðan sigur í bikarnum daginn mútið KR og eru hörkulið en við bara, byggust við, eins og ég sagði, bara hörkuleik og mér fannst það vera raunin og kannski frekar erfiðum velli. Alfa Conte var ekki með ykkur í dag, náttúrulega láni frá Stjörnunni. Gerði það eitthvað samkvæmlega við Stjörnunni að hann geti spilað ef þau myndu borga eitthvað fyrir það? Já, og það er bara eðlilegt og ég lít þannig að sá sem er lánaður í eitthvað félagspílar ekki mútið því félagi sem hann er í og það er bara alveg gert til þess að verka leikmannin sjálfan sko. Þannig að það er allt í góð. Það kom aldrei til greina að hann myndi spila þennan leik? Nei, það var aldrei inn í myndin. Verðum við að taka eitthvað svona afgjörsluæfingu með Stefán Ljúbesits eftir þennan dag? Nei, bara halda áfram á þessu sem við gera og boltið dettur í næst. Svolítið mikið togað og ítt í hann? Já, ég getur sammála með það. Mér finnst flestir fá að komast upp með svolítið mikið á mótunum. Tói haldið utan hann og annað slíkt en það er kannski Keflavík-gleraugun sem ég horf á þetta með en mér finnst það ekki að fengja fleiri auðvitað. Svona bara í lokin, hvernig horfir þessi byrjun á mótinu við þér og hvernig leggst framhaldið í þig? Já, byrjun á mótinu, hún er bara fín. Við hefum viljað vera með fleiri stig með við kannski svona þessar framstöður en það er bara eins og það er því ekki pælið sem er búið og við erum bara að halda áfram og næst er heimaleikur aftur á föstudaginn mútið Þór og við hlökkum bara til að tekst á það. Þeir eru að gera svona býsta mikið betur en þessi svokölluðu sérfræðingarnar voru að tala fyrir mót? Já, bara þeir með hafa bara sínar skoðanir og eðlilegt kannski að spá bara nýliðum, bara sem er að koma upp í næri sætárum en við vissum alveg að hvað við gátum eða getum og ætluðum náttúrulega bara að sína öllum að við værum betri en þetta. Takk fyrir þetta, Haraldur, gangi vel.